Cooper SE. Þetta fyrsti rafmagnsdrifni Mini eins og við sjáum þetta á grillinu hérna, sem í fyrsta sinn bara lokal af því að það þarf ekki að taka inn neitt loft fyrir einhverja vél eða neitt svoleiðis. Hér undir bara 184 hestafla rafmagnsmótor, skilar 270 Nm af torki sem að þýðir að hann fer rosalega hratt. Þessi bíll verður frumsýndur eftir 2 daga þegar ég að taka þetta upp og það búið að vera svolítið svona buzz í kringum hann. Ég skil það vel, af því að hann lúkkar alveg geðveikt vel, hann keyrir geðveikt vel, eins og við sýningu eftir, og hann virkilega praktískur þrátt fyrir að vera Mini. Hann samt ekki Mini. Sjáðu hvað hann breiður og hár og cool. Hann svo cool. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hönnurinn á bílnum, aðeins hvernig hann að innan og hversu praktískur hann sé og svona plássið í honum af því að margur krár þótt að sé smá. Mini Cooper SE bara í boði þriggja eins og en hurðarnir eru risastórar. Það engin svona járnundur gluggann og þessi hérna A-pílar rosalega svona lóðréttur. Það gerir að verkum að opið virkilega stórt, þannig að það ekkert mál að henda sér inn og út úr bílnum. Hann líka ekkert það lágur frá jörðinni. Ekki misskilja mig, það lágt að setja stofan í það, en hann samt sem aður mjög þægilegur fyrir að svona henda sér inn og út úr. Það sem svo ótrúlega töff við þennan bíl það að þeir nota þennan ljósahring hér til þess að tala við þig. Ef þú til dæmis kveikir á miðstöðinni þá sjáum við því verður þetta svona meira hvítt, alveg til að verða alveg hvítt og þú sitja þetta í botn. Þannig að þegar þú ert að keyra og ert að nota bara svona vöðvaminnið til þess að eiga við miðstöðina, þá ekkert mál að svona sjá út undan sér hvað þú varst að gera. Sama eins og þegar þú breytir hitanum, þá verður þetta færist þetta meira í áttina að hítu og köldu. Það virkilega snöggt. Nú, hér í miðjuskjánum, þessum pínu litla miðjuskjá, þá fínt aðferðingarkerfi sem mjög einfalt að nota í gegnum stjórntekin hérna niðri fyrir aftan gírstöngina. En best af öllu, og rúsínan í pílusvendunum, hann snertiskjár og þú getur notað Apple CarPlay. Minnsta og sætasta Apple CarPlay í heimi. Hvað meira svona upp á praktíkina? Það eru lítil hólf í hurðunum. Hanskahólfið mjög stórt og fínt. Og milli sætana lítið hólf og meira til þess að vera þráðlausna hleðslu, þannig að þú getur hent símanum þínum hérna. Svo getur lyft þessu upp. Það undir líka með smá hólf, með 2 glasahaldara, með 2 USB-port og líka með sígarettukveikjara. Síðan ótrúlega gaman að breyta einhverju á þessum bíl. Til dæmis eins og ljósunum innan, þá ertu með svona veltitakka. Skiptir ekki máli í hvaða átt þú ferð. Þú getur bara velta honum fram og tilbaka. Alveg eins og þetta setur bílinn í gang. Ef þú veit svona típa sem að vilt íta, þá bara ítur. Ef þú vilt lifta, þá bara liftur. Og that's it. Ótrúlega næs. Það líka ótrúlega þægilegt að koma sér vel fyrir. Þú fær svona go-kart feeling á meðan þú ert að keyra Mini Cooper SE og það í þessum bíl sem alveg toppurinn á bílunum sem í boði, þá færðu svona head-up display sem heitir eitthvað annað á íslensku. Aftursætin bara 2, þannig að þetta bara 4 manna bíl, enda ekkert pláss fyrir þann 5. Ég hins vegar pröfaði sjálfur að setja fyrir aftan mína aksturstöðu og það var fullþröngt, þannig að ég hefði þurft að færa mig örlítið framar. En við vorum 3 fullvasta karlmenn í honum í gærkvöldi og það var ekkert mál að koma upp fyrir með því að láta farþegann sitja aðeins nær mælaborðinu því að það ágætis fótapláss hérna fyrir framan og höfuðplássi hér fyrir framan þig líka alveg gnæfilegt og það var ekkert mál að sitja aftur í honum. Þú getur síðan hækkað höfuðpúðan, komið þér ágætlega fyrir. Mér myndi alveg líða vel frá Akranesi til Patreksfjarðar aftur í Mini Cooper SE. Svo hvernig að keyra rafmagns Mini?
Það eins og bíllinn hafi loksins hlotið þessa tógblessun sem að rafmagnsmótorinn gefur frá 0 og upp í 15 km hraða á klukkustund. Sem sagt, þegar maður er svona rétt að leggja af stað, þá ertu loksins komið með þetta svona lágsnúningatóg til þess að rjúka af stað á rauðu ljósum. Bíllinn er 7,3 sekundur úr 0 og upp í 100. Hann er ekki nema 3,8 frá 0 upp í 60 og það er mikilvægari tala þegar þú ert að keyra innanbæjar eins og þessi bíll er eiginlega búinn til. Jafnvel þó hann togi 270 Nm þá ertu aldrei að fá svona tog í stíðið til hægri eða vinstri, ekkert svoleiðis. Hann bara virkar. Þú situr líka í miðjum bílum þannig að þegar þú ert að keyra þá upplifir svona eins og sért áhorfandi á allt sem að gerist í kringu þig. Og framrúðan er svo langt fyrir fram að þig að hún er ekki svona í andlitinu að þér. Það er ótrúlega sérkennileg upplifun og tekur smá tíma að venjast. En þegar maður er búinn að venjast því, þá getur maður ekki hugsað sér að fara aftur tilbaka. Jafnvel þó að Mini heiti Mini og þú hugsar, já, hann er svona lítill einhvern veginn, þá er hann samt stærri heldur en margir aðrir bílar á umferðinni. Og hann er fljótari. 60. Ég er að akstri núna á háannan tíma í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu og hér eru allir svona að rokka þetta á milli 60 og 80 og það er ekkert mál fyrir mig að finna minnsta bíl í heimi og tróða mér inn í það. Eins og þetta. Þeir eru ekki svindla maður borgi jafn mikið fyrir þóttu svona litlum bíl og stórum. Pæling morgunsins. Það nýtti tækifærið meðan ég læðist hérna út úr þvottastöðinni og segi ykkur örlítið frá því hvernig það er að keyra rafmagnsbíl. Þú ert ekki með bensíngjöf, þú ert með inngjöf. En inngjöfin er líka bremsa. Eruð að keyra, eins og ég er að keyra núna, og farið alveg af inngjöfinni, þá bremsa bílinn og stoppar. Það gerir það verkum að ef þú einbeitir þér rosalega vel, þá geturðu keyrt þennan bíl án þess nokkuð tíman að þurfa að færa hægri löppina eina. Þannig að ef þú ert ótrúlega latur, þá færðu þér rafmagnsbíl. Er ég bara einn það þegar ég er nýbúinn að þrífa bíla og keyri ég rosalega varlega til að skvetta ekki á hann. Eins og það hjálpa eitthvað. Og einmitt, minnsta bíl í heimi til að tróða sér inn í umferðina, en ekkert mál, af því að þú ert með 270 Nm tóg strax. Yndislegt. Og þráðlaust Apple CarPlay. Það er yndislegt. Rafhlaða í Mini Cooper SE er 33 kW. Hreiður hana hér í staðinn fyrir að fylla bensín. Þetta er típa 2 rafmagnstengi og af því að þetta er top of the line bíl sem ég mæli með, þá kemur hann útbúinn CCS hláðsleiðslu. Skottið Mini Cooper SE er 211 lítrar. Ekki hjúts, en nokkuð stórt fyrir þennan flokk. Það er útbúið svona hillur sem að þú hækkar og þá er það alveg flatt. Nú eða lækkar aftur þar sem það var til þess að en þá fyrir smá svona magn. Og hér undir síðan er dekkja virkjaða sett og staðan til þess að geyma hleðslu. Svo, Mini Cooper SE. Þið líst á hann, köft á hann.